hvað eðlilegt. Við megum líka ekki gleyma því að það að breytast. Við erum að setja meira og meira plastefni og hraðbrennileg efni inn í allar íbúðir og þar af leiðandi tíminn sem við höfum, til dæmis bara til að rýma íbúð og nóttu til, hann mikið styttri núna í dag en það var kannski fyrir 30-40 árum út af því að þau efni sem við erum með eru brenna hraðar, við notum meira plastefnum, meira svona IKEA húsgögnum og svoleiðis og þannig að það hefur allt áhrif á þetta og allt eru bætu meira inn, það hefur alltaf einhver áhrif, það ekki að segja að þetta skiptir engu máli eða hafa engin áhrif, það hefur allt áhrif. Og í hvaða tilfellum nákvæmlega þetta í lagi með til notkunar mannvirkis. Á Norðurlandi hefur þetta mest verið fókus á íbúðirnar og ég held að það þá eins hér, að þetta kerfi innan íbúðar og svo með útsvarsrörin, hvort við myndum setja einhver viðmið með þau, hversu langt við að vera frá eða út með einhverja baðherbergi inn í húsu og tekur plastur langa leið í gegn, er það allt í lagi? Það væri væntanlega með þessa breytingu sem við vorum að tala áðan. Skilgreina þarf hættuna betur. Já, í leiðbeiningu þá að tala varðandi það að annars að vera með lögnina sjálfa sem brunaála og hins vegar að hvort hún geti dreift reyk eða brenni mögulega sjálf. Og þá að tala með ef það er hlýtt eða óhreind inn í hana. Og það ljóst að plastlagnir verða aldrei notaðar í loftræsikerfinu þar sem verða keyrið í bruna. En það augljóst hætta að þau geti brunnið sjálf. En þá ég svona eiginlega búinn að fara yfir þetta að mestu. Það sem ég ætla að segja varðandi loftræsireglur og myndi vilja bara einhverjar spurningar. En ég ætla kannski að nota tækifærið sem að minna á einn annan stað sem tengist þessu kannski ekki beint en út að við erum komið með nýjan fyrir svolítið síðan nýjan staðar sem flokkar rafstrengi. Að bæði aflstrengi, stýristrengi og boðskiptastrengi og þessi stað hann byggir á EN 13501 staðlaröðinni og kemur akkurat inn í þetta kerfi og þetta er miklu þægilegra núna fyrir þess að skilgreina strengina og við höfum eftir að sjá í leiðbeiningum og svoleiðis að það verði stuðst við þetta meira og nú eru þeir CE-merktir eftir þessu kerfi og þá þetta bara, þeir geta verið í flokki A, þetta bara alveg svo klæðningarnar, í flokki A, B, C, D, E eða F. Men það eru svona engin strengir eins og kemur fram með þessar töflur sem gætu flokkast ná því að vera í A, því að það ekki nema, það með einhverja leiðara sem bara málmur, þá geta þeir verið A, en ekki svona hefðbundin strengi með kápu. Og þannig ég ætla eiginlega bara svona, út af þetta eru lagnir líka og þetta lagnaefni að benda á þetta og það geti nýst hönnuðum líka að segja til dæmis í flóttaleiðum að skilgreina þá hvaða strengi megi að vera í flóttaleiðum, að hvaða sortinni með þetta. Þannig að þetta er svona bara aðeins að minna á þennan staðar 50-575. En þá er þetta komið með mér og ef einhverjar spurningar eða eitthvað sérstaklega. Frekar spurningar? Þessar breytingar eða þið að tala hana, snýr þetta þá eingöngu bara að íbúðarhúsnæði? Þessar plastlagnir sem ekki notar á hótel eða iðnaðarfyrirtæki? Já, það kemur þá í leiðbeiningunum, en þá var þetta að þú mátti nota þetta innan brunahóls, innan sama hóls, þar sem það myndi ekki auka hættuna. Og það sem hótelina myndi, ég sé ekki fyrir mér að það geti verið skynsamlegt út af því að hótel raunverulega, þannig að þú þurftir að vera með eitthvað rosalega svítu svo að þetta geti gengið upp. Vegna þess að þegar þú kemur því að það ekki verið að dreifa loftinu innan hótelherbergisins með einhverju og þú ert alltaf með brunalok hvort þú er. Þannig að ég sé ekki að sé hagkvæmt. Já. Það ger ég á alltaf stíðakartóðum og ég eiginlega bara kalla eftir skýrum reglum varðandi efni í loftræsikerfum og könnun loftræsikerfa því að það er svo mikið ósamræmi milli bæði byggingarreglugerðar og svo staðarins við höfum að nota, DS-488. Ég bendi bara eitt dæmi hérna. Í mannvirkjastofnun það krafa varaafl á Reykjavíkurstofnun. Já. Það ekki krafa það í DS-488. Nei.
Ég veit alveg... Það er ótal svona atriði sem það er alltaf að reyka sig á. Já, ég þekki alveg staðalinn býsna vel, DS428 og ég veit það eru svona nokkur, það strandar fyrst og fremst á þessum varafli, ég nefndi það hérna áðan, og svo strandar á efnisvalinu að A2 S1-0, að það var í meginreglu og líka, ég er miklu samskiptum við brunahöfði og þeir fara alltaf að tala brunaeinangrun E60, E90 í þess og hinna flokka. Það er bara ein brunaeinangrun í DS428, það er E30. Það er 50 mm einangrun á skýröfnana. Já, í útsogskerfinu. Nei, bara í loftrænsinkerfinu með almennum byggingum. Já, í reykútsókskerfinu. Já. En hérna... Það er alls konar svona sem að taka á. Já, en ég myndi segja að það heppilegast er að nota í mitt staðla út af þá eru við ekki að þurfa að skrifa okkar reglur hér, nýta sem mest sem kemur, eins og til dæmis þennan staðal og þess vegna hefur verið vísað í hann frá því að reglugerðin 2012 kom út. Og líka annað, já, sko, eins og hönnur loftrænsinkerfi á Íslandi hún er öðruvísi heldur en í Danmörku. Það þarf eiginlega að setja nokkra sérreglur fyrir íslensk loftrænsinkerfi eins og það er venjulega hönnuð. Til dæmis við erum með spýr og 100 stokka frá hver einustu íbúð og reynum hver einustu rými oft. Og þá þurfum við að setja 50 mm einangrun, þá erum við komið með 200 mm og við erum alltaf að byrja eftir sentimetra. Það koma þessu fyrir. Þá höfum við farið út í það að semja brunahönnuði að minnka einangrun. Þetta er mjög óþægilegt. Já. Þannig að skýra reglur frá mannekvistunum er bara alveg snöss. Já. Það var eitthvað hérna, já, þú varst að fasta. Ég er bara fagnar því að menn séu að skoða þetta og annað. Það er bara mjög flotta tillögur og breytingar sem er leggja til. Þá er kannski hin spurningin því, sko, hvenær sjá maður fyrir sér að þetta verði endurskoðað og þessi vona okkur endur út á staðli með einhverju svona breytingum. Er það að tala um þetta ár eða 5 ár eða hvað er svona, hvað sjá maður fyrir sér því? Sko fleiri spurningar, ég svara ekki erfum spurningum, þannig að vinsilegast komum við létta spurningar. En hérna, þessar báðar hérna góðar en það er ekkert svona, ég geta að það er bara, skal ekki segja til um það. Vonandi bara á þessu ári, en við erum alltaf búin að breyta ráðuneytið þar ýmiss konar uppákomur en ég get ekki, ég ætla ekki að lofa neinu, því ég get það ekki, sko. En það er ráðherra sem setur reglugerðina á lokum og en hérna, þannig að ég held að ég get ekki, en þetta er alltaf, þetta er ekki flókin, þetta er flókin breyting. Ég tel að breytingin hérna með að breyta þessu ákvæði meginreglunni efnisvalið og setja undantekningar strax eða þó að færa hana niður viðmiðunarreglu. Sú breyting, hún mun einfalda notkun á DS428 til muna. Áfram er þetta með varaaflið og fleira. Ég hef ekki svo miklar áhyggjur á einangrun eins og Þorgeir að tala um. Það er líka svona bara hönnunlegt mál sem verður að skoða í hliðsjón á stokknum og svoleiðis og aðstæðum og... Þetta stendur bara í staðlingum að eigi að nota einangrun, ég er ekki út. Já, nota einangrun sko og ég er ekki að fara að tala fyrir norsku lausninni að ef þú springlir í húsinu þá bara sleppur öllu. Alls ekki. En það held ég að þeir séu að fara tilbaka sko og fara að herða sínar kröfur. En ég er að meina að hversu mikil og getur haft umfram einangrun og það þurfum við að skoða bara í ljósi aðstæðuna svolítið. Það var eitthvað hérna, já. Og svo... Mikael heiti ég, svona 2 spurningar, er ekki ráð að fara að búa til eða skipta reglugerðinni í tvennt, annars vegar fyrir hús að 200 fermetrum eða 300 einbýlishús, þess að lækka byggingahúsnæðin, einfaldari hönnun, það er bara áhættumat og svo hins vegar atvinnu og fjölbýlishús, það er allt annað áhættumat. Það myndi einfalda mjög mikið í þessu regluverki og fyrir fólk að geta byggt sjálf. En bara flækjustig, ég sem rafvirkjameistari, það er að tala um að vélræna loftræstingu íbúð. Það er ekki tengt við brunaviðvörunarkerfi. Það er ekki krafa reykskynjana með einni íbúð
Þannig allt er bara kerfið að dæla loft í rými sem væri jafnvel að kæfa sjálft sig. Þannig að það er ekki tenging þarna á milli. Það er það sem vantar kannski heildarhugsunin að kerfið sé samtengt án þess að gera kröfum að brunavörukerfið sé tengt út í bæ. En þarna sér maður til skalla bara í þessu kerfið bara að dæla nýju fersku lofti inn í rými sem vonandi að kæfa sjálfa sig. Engin krafa það. Ef við byrjum á þessari spurningu hvort þetta skipta þessu og eins og í kannski í Danmörku og svoleiðis sem minni húsi ekki tekin inn í þetta hefðbundna regluverk, að það er mjög stór spurning og ég get ekki svarað henni, en ég veit að þetta hefur verið oft rætt, þetta er ekki nýtt á nálinni, og þetta er eitthvað sem er örugglega alltaf í umræðinni, sko. En við höfum haft þetta svona hingað til, sko. Þannig að það er líka svona meira út fyrir svona þetta hefðbundna brunasvið, sko. Þetta er svona stór spurning. En þetta er alveg góð ábending og þetta er oft, eins og ég segi, þetta er ekki alveg nýtt á nálinni. En hitt varðandi, ég náði ekki alveg, þú veist alveg reykskynjarana, ok, þeir eru 80 fermetrar að hámarki, sko, við tók kveitu til þess að séu að það er miklu fleiri og allt það. Jú, þeir eru ekkert samtengdir. Nei. Þeir eru ekki tengdir við loftræstikerfið. Nei. Þannig allt í einu kemur reykur bara í barnaherberginu og það er oft skiptir fyrir svansvottuna sem ég þekki aðeins inn á, upp á Myglu, Lokapöld, þú veist, að þá er bara kerfið að dæla alltaf nýju lofti. Það er mörg dæmi eldur hefur slökkt það á sjálfsögurinn sem hann bara klárar súrefni í rýminu. En þarna er þetta alltaf að dæla inn, þannig að það er engin krafum tenging á milli einum af þessu reglumauðstöðar. Og núna með tilkomið aukinna notkun á lekalega sjálfvörum fyrir hver einustu grein, að þótt að kveikni í herberginu ætti að slá út lekalega, jú, í því herbergi, en það er ekki slökkt á íbúðinni. Margir eru ennþá að hugsa eitt lekalegi fyrir allt húsið, kveiknar í og slæðir öll út. Það er bara að hverfa í mjög mörgum húsum. Já, það kveiknar núna í hjá mér nánast núna daginn, þá var ekki fjöltengi, heldur bara framlengingarsnúr í bílskúrnum og þá sló út öllu húsinu. En ég var ekki heima en kom heim og bara fullt af reyk í bílskúrnum. En það sleiði út öllu í húsinu, það bjargaðist, en það er mitt, það sló ekki lekaliðanum, sko, sem þetta var á, sko. En þannig að það er margt að, þetta eru fínar ábendingar. Var einhver verkispurning hérna? Já, það er íþróttasalinn sem haustokkar. Ég setja nú stofusalinn. Já. Með góðu ímyndunarafli þá getur þú kallað það dreifara. Þá ertu komið með dreifara sem er 7 metrar í íþróttahúsinu. Ertu ekki að tala um það raunverulega, sko? Þetta er eitt, út af því að það má ekki í dag, sem sagt, út af það á að vera, það er ekki A2, S1 og það er loftrás. Já, en það kann bara sama rýmum. Já, og þá er það innan sama, þá þyrfti einmitt, það þarf að koma fram í þessum leiðbeiningum eða slaka ennþá meira á og setja þetta í viðmiðunarreglu. Og þá eru svona opið fyrir. Það var allavega einn spurning eiginlega. Já, mér finnst þetta sem ef við tölum plastið sem er þá ætlast til loftræsti stokka eða þannig, þá verðum við náttúrulega að horfa aðeins til þeirra sem er í kringum okkur, hvernig þeir nota það. Já. Plaststokkar eru notaðir í jörðu, til dæmis frá upp og norð, og svo eru þessi plaststokkar notaðir í innbýlishús. Mér finnst einhvern veginn að við verðum bara að horfa til nágrannaþjóða okkar varðandi hvað kröfur þeir setja og hvað þeir eru að gera. Já. Alveg eins með þetta, með byggingarreglugerðina, þannig að þú þorðir ekki að setja eina setningu fyrir heildartextann og vitnar aðeins í Norðmennina. Norðmennina er náttúrulega með þessa setningu, en svo er þeir náttúrulega með miklu meira af leiðbeiningum og bara blöðum, tækniblöðum sem að lýsa hinum þessum úrlausnum. Og það er kannski það sem okkur vantar að sýna úrlausnir eða benda úrlausnir. Já, það er eitt, það verður mættilega að gera meira af því eða nýta. Bara ég haf samband við þetta, ég hef velt þessu fyrir mig, ég er nú nýlega farin að hugsa þetta mál, búin að vera í 14 ára í slökkviliðinu, en það er þessi útafsvöld. Tíðkast þetta í öðrum löndum að við erum að taka reglugerðir víðsvegar frá,
þá er það með viðmið við eitthvað annað og ef að sá kafli gleymist, þá er hann ekki coverað í þessum bútasöfnum. Þannig að eins og maður er alltaf að hugsa, þú veist, bara út frá refsiákvæðum og annars, sko, þú veist, þetta verður náttúrulega að vera heild sem að virka. Við erum alltaf, ef við erum að klippa niður regluverkin og nýta okkur inn á þessa kafla, þá dettur heildin átt út. Þá er þetta litla atriði sem er krúsjál, það verður eftir af því að það var ekki dýtt inn í. Þetta er þátti, þú veist, tíðkast þá svona mikið. Sko, fyrsta lagi náttúrulega eru við minnsta Norðurlandaþjóðin og við gætum aldrei kannski farið að finna allt upp hérna og gera kannski alveg eins vel eins og 8 milljóna eða 5 milljóna þjóð. En ég held að hefur gegnum árin, og hér eru menn einu sem vita það, að þetta er búið að samræma þetta mjög vel. Það er mjög margt, mjög sambærilegt í milli Norðurlandana vegna þess að búið að vera samstarf mörg atriði í mörg ár. Þannig að þetta er ekki svo ólíkt, en það eru auðvitað atriði þarna, eins og til dæmis þessu tilfelli, undantekningar ákvæðin sem eru mismunandi. Jú, það er alltaf einhver bútasaumur í sjálfu sér, en það er líka þannig að á hinum Norðurlöndunum, þú veist, þeir býða eftir hvað Svíarnir gera og þá held ég að þeir steli þaðan og svo þetta svona fer áfram niður. Ef ég má aðeins bæta við þetta, þá bara á þessum stuttu tíma, 12-13 árum sem ég er búin að vera í brunahönnun, þá hefur þessi bútasaumur minnkað alveg svakalega mikið vegna þess að við erum farin að, með innleiðingum því að við erum að einbeita okkur af Evrópustöðlunum almennt, að þá minnkaði það að við værum að leita í, við vorum að leita í breska staðla, við megum ennþá leita í ameríska staðla, en við vorum að fara í breska staðla, ameríska staðla, jafnvel niður til Ástralíu og Nýja-Sjálands, Þýskalands og fyrir utan svo Norðurlöndin. Núna er öllu meira beint að Evrópustöðlunum, þannig að þú veist, þessi bútasaumur hann hefur minnkað alveg heilmikið þó að auðvitað mætti halda áfram að samræma, en ég held að það sé allt í áttina. Þá kemur meiri heildstæði, ég er alveg sammála því það þarf að vera. En þú eru fleiri spurningar, já? Það kom eina athugasemd. Ég tók eftir að þú, Davíð, sem reyndur brunahönnuður, hefur áhyggjur af því að hönnuður lesi ekki brunaskýrsluna. Já. En er rétt að ráði við því að setja það sem stendur í skýrslunni inn í meginreglur byggingarreglugerðar? Ég sé ekki alveg hvar það endar. Ef ekki frekar að reyna að stuðla því að skýrslurnar okkar verði lesnar, því að ef það er ekki lesnar þá getum við bara alveg hægt að skrifa þær. Já, en það sem ég átti við, og þetta er, en átti við náttúrulega að þetta er alveg því miður satt að þetta gerist mjög oft en ef þetta er í reglugerðinni þá lesa menn hana frekar og það þurfa að lesa hana einu sinni fyrir mörg verk en ekki lesa hverja skýrslu fyrir hvert einasta verk og þar af leiðandi síður faraðu síðust fram hjá mönnum. En þetta er góð ábending, þetta er ákveðin vandræði í þessu. Má ég aðeins hérna? Já. Já, ágætu fundarstjóri og góði fundarmenn. Í sambandi við brunaskýrslurnar, að það sé ekki lesnar, þá var ástandið svoleiðis hérna áður fyrr að þá gerði sérstaklega brunavarnar uppdrættir. Og það er fínir og vandaðir uppdrættir og ég man eftir því ýmsum verkum sem ég kom nálægt á sínum tíma að þá voru þeir settir á herðatri og þar voru þeir. Aldrei nefnilegt mér á þá. Og eftir að ég var byggingafulltrúi hér í Reykjavík sem ég var tíma að þá beitti ég mér fyrir því að brunavarnir færu inn á aðaluppdrættina. Þess að það er líka hætta á því að sérstaklega brunavarnuppdrætti sé ekki skoðaðir þegar menn er að skoða aðaluppdrættina. Og það er orðin stór og góð breyting á þessu. En þetta atriði sem verið að nefna hérna í sambandi við að menn lesi ekki brunaskýrslur, þetta á við fleiri atriði í byggingum. Þetta á við til dæmis burðarvirkin. Ég man eftir verki sem ég var eftirlitsmaður í, þá tók ég eftir hérna því að það voru göt fyrir lagnir sem mér fannst draga og skerða mjög úr hérna burðarvirkinu. Og það var að skoða þetta, jú það þurfti að bæta heilmiklu járni í plöturnar. Og hver var ástæðan? Burðarvirkishönnurinn hafði aldrei séð gatamannið.
Þannig að þessa samhæfingu þarf miklu víðar í sambandi við þessa mannvirki okkar. Og ég ekki alveg viss það að við séum á réttri leið þegar að hægt að gefa út byggingarleyfi núna út á aðaluppdrætti og menn byrja að framkvæma. Þeir eru að byggja stóra byggingar, erum við búin að horfa alveg upp eftir allri byggingunni og sjá hvernig núna á að leysa, hvernig á að koma gröftundi jarðar og alla lagnarleiðir og allt hvað einu. Þannig að við skulum bara passa okkur í sambandi við þessi mál. Ég vil aðeins skjóta þess inn í sambandi við brunahönnunina að þessar skýrslur náttúrulega að það verður að fara eftir þetta. Og því meira sem fyrir inn á aðaluppdrættina, því betra. Það ég man eftir skóla sem var byggður, miðbyggingu skóla, svona samkomusalur og svo þegar hann kom að lokaúttektinni þá kom það í ljós að hann hafði verið klæddur innan með brennanlegum efnum alveg þvert ofan í brunahönnunina. Þú sem Bjarni Kjartansson muni kannski eftir þessu, það var í ákveðnu skóla hérna í borginni. Og það voru orðið dýr ráð að leysa það mál. Þetta er bara svona aðeins vekja athygli á þessu. Takk. Bestu þakkir. Eigum við ekki að þakka Davíð fyrir einhvern örstuttu? Ég held að það sé alveg til mjög einfaldar leiðir til þess að koma að því að það verði samfella frá vinnu brunahönnuðar sem jú á aðaluppdráttarstigi og teygja þetta lengra. Það að það verði að vera hluti af brunahönnun að í sérkafla að adressera hvaða þættir sérhönnunar og deilihönnunar verða undir áhrifum frá brunahönnun og síðan að brunahönnuður á einn eða annan hátt komi að rými séruppdráttar eftir því sem að þörf á. Það að segja að brunahönnunin henni ljúki ekki við samþykja aðallega. Því það allur búin á því að brunahönnuðir fái að halda áfram á verkinu sem ég til vera rýmjum eða þá að þeim sé bara hreinlega sturtað út og þeir komi ekki að þessu. Og það er ekki flókið að ganga frá þessu þannig að þetta getur virka. Góð punktur. Það koma margar gagnlegar umræður og spurningar en við skulum byrja að þakka Davíð fyrir hans framlag. Það vil svo skemmtilega til að við erum akkúrat á tímaáætlun núna og við þá ætlum við að taka 20 mínútna kaffihlé. Nýjum búnum. Já.